Já, lýðræðisþátttaka fólks af erlendum uppruna. Undanfarin ár það hefur orðið mjög mikil fjölgun innflytjenda á Íslandi og í dag að það er 1,5 íbúum landsins af erlendum uppruna. Á sama tíma og þessi fjölgun hefur orðið þá hefur í raun veru lýðræðisleg þátttaka eða kosningaþátttaka innflytjenda staðið í stað og jafnvel minnkað. Og þetta bæði við alþingiskosningar og á sveitarstjórnarstiginu og sérstaklega hefur dregið saman þar sem að þröskuldin er lægri. Og ef við lítum á kosningaþátttöku sem svona merki eða mælikvarða á samfélagslega virkni í samfélaginu og þátttöku, að þá er þetta í raun og veru alvöru mál. Þetta var það umtalsefni hjá Kveiks þættinum eftir sveitarstjórnarkosningar 2022 undir 26.000 raddir sem ekki heyrast og það er varað við þessari þróun og svona jaðarsetning fólks af erlendum uppruna á Íslandi. Það var líka að tala við innflytjendur og það sem að þeir tala að standi í vegi þess að þeir taki þátt, það er upplýsingaskortur. Það er líka það að stjórnmálaflokkar í raun og veru tala en ekki við innflytjendur, sína áhugaleysi. Það eru tungumálahindranir og það er svona að upplifun að vera utanveltu og vera ekki hluti af samfélaginu. Verkefnið gengur í raun og veru út af það að vega upp á móti þessari þróun með því að bjóða upp á tækifæri og lifandi vettvang til þess að taka þátt í samfélaginu og færa svona fólk frá jaðrinum yfir í meginstraum samfélagsins. Og það er gert með því að skapa lifandi vettvang fyrir upplýsingar og svona þátttökuaðferðir þegar kemur að því að fræða fólk réttindi sín og hvernig allt virkar á Íslandi. Það er líka efla frumkvæði þeirra sjálfra til þess að miðla þekkingu áfram meðal annars til samláta og eins og í gegnum jafningjafræðslu og líka auka tækifæri til þess að móta sína eigin afstöðu til mála, vera þátttakandi, vera hluti lausnin, ekki bara vandanum og láta raddir sína heyrast og vera sýnileg fyrirmynd og hvatning fyrir aðra. Og þeir sem eru samstarfsaðilar í þessu verkefni, það var fyrst svokallað menningarsendiherra samfélagi Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg og síðan núna eru það fleiri Samband íslenskra sveitarfélaga sem er bakhjarl verkefnisins. Það eru önnur sveitarfélög bæði á höfuðborgarsvæðinu og út á landsbyggðinni. Það eru verkalýðsfélög, félagasamtök, íslensku skólar og hópar og félög innflytjenda en það er ekki enn sem komið að vinnustaðir en það er náttúrulega líka möguleiki á því. Og það er ég sem held utan þetta verkefni, Magni Mannsdóttir, stjórnmálafræðingur og ég er með mitt eigin ráðgjafarfyrirtæki sem heitir MM Ráðgjöf og sérhæfi sig svona í ráðgjöf þegar kemur að jafnrétti og mannréttindum, fjölmenningu og inngildingu. Takk fyrir.